Og þá gef ég Guðmundi Magnúsinni, formanni Öryrkjabandalagsins, orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Takk. Ég vil bara þakka frambúðunum fyrir að hafa komið hér og gefið sér tíma til þess að svara þessum spurningum okkar. Ég tel að við séum mun betur undirbúin undir það að kjósa, vona ég. Reyndar og segja að það voru allir bara á því að við ætlum að hafa þetta betra. Þannig að þetta, ég sé ekki annað en að það verði bara björt framtíð eftir kosningar. Ég líka. En þá verði, þetta var slip of the tongue. En Ég er svona tilbúin að greiða fyrir þetta. Við munum öll hér notfæra okkur að fá þessi svör. Við getum velt þeim fyrir okkur hvað okkur hugnast best og svo framvegis, þannig að við eigum að vera betur undirbúin að fara í kosningarnar þann 27. Ég vil líka benda á að við erum fjölmörg hér inni, en þetta er fjöldafundur. Þetta er verulegur fjöldafundur vegna þess að það er sendt út beint á netinu og við vitum ekki hver margir sem eru að horfa og ég hef grunum að það séu bara æði margir. Auk þess allra sem að geta hort á fundin eftir á. Já, hann er tekinn upp. Og ég vil benda ykkur á að þetta er mjög mikilvægt vegna þess að það sýnir að við erum stór hópur sem að þarf að taka mark á og það held ég að þau átti sig á þau sem eru hér í frambúðum. Varandi, ég náði nú ekki að setja allar glærurnar og ræða allar glærurnar sem ég hafa búin að taka saman. Það er ýmislegt sem er að þessu kerfi. Eitt vil ég þó benda á. Kerfið í grunninn er ekkert flókið. Það sem er búið að gera það flókið er það að menn hafa verið að laga hér og þar en ekki tímt að gera það almennilega. Heldur verið að búa til einhverja aukaflokka, auka hér og auka þar, staðinn fyrir að hækka grunninn og tekjutrygginguna til dæmis. Þetta er svona bara fyrir ykkur til þess aðtúa eftir kosningar. Ég vil líka benda ykkur á öll þið sem eru hér og þið sem á okkur horfa og að spurningarna og svörin verða inni á netinu hjá okkur og nú er upplagt fyrir ykkur að skoða þetta, skrifa greinar hvað ykkur finnst og senda inn. Þið getum við senda inn til okkar, þið getum líka bara senda í fjölmiðlunum. Annars þakka ég bara kærlega fyrir, mér finnst það hafi verið góður fundur, tekist vel og já, ég bara þakka kærlega fyrir mig og okkur. Já, er það ekki bara rétt að slíta formlega fundi? Ég vil þakka frambjóðendum sérstaklega vel fyrir. Mér fannst þeir alveg sérlega vel agaðir og stiltir. Ég þakka ykkur kærlega og ég óska ykkur öllum velfarnaðar og sömuleiðis ykkur hér út í sal. Takk fyrir mig. Ég gleymdi að þakka þér fyrir. Það verður bara verið persónulega. Já, það er bara alveg nóg.